Hæ, ég heiti Viktoría og ég hef starfað að stöðum umbóti núna í yfir 10 ár og held út vefsíðunni lean.is. Í þessu myndbandi ætti ég að fara yfir hvað Gemba og hvað maður gerir þegar maður komin þangað. Nú, Gemba í rauninni kallað sá staður þar sem virði á sér stað. Þannig við tölum oft actual place, actual doing, actual thing. Þannig að ef við erum að tala eitthvað vandamál, að í staðin fyrir að tala það eitthvað fundarherbyggi, að þegar við segjum förum og skoðum það í Gemba, þá erum við að segja þá skulum við fara og skoða það sem vandamálið á sér stað. Nú, við erum alltaf að reyna að hvetja stjórnendur að fara meira út í Gemba til þess að skoða og sjá og vera sýnileg. Og þetta eitt af þessum stóru punktum í Lean hugmyndafræðinni, að stjórnendur eiga að vera sýnilegir en ekki einhverju terroristastjórnun heldur í að vera aðgengilegir og til þess að virkilega vita hver staðan Og það talað í rauninni 3 hluti þegar við erum að fara í Gemba. Það go see, ask why og show respect. Þegar við erum að fara í go see gott að hafa þessi 3 atriði í huga. Purpose, process og people, 3 P-in. Þannig að tilgangur með þessari deild og hver tilgangurinn? Eru ferlarnir okkar að ná þangað og fólkið okkar með? Síðan kemur ask why og í rauninni sagt áður en við spyrjum why að spyrja what, hvað ég að horfa á. Og maður getur hort á ferli og spurt af hverju eða með þessum linsum hvaða líntól gæti ég mögulega innleitt hérna og ég mæli ekki sérstaklega með því að vera með einhver skilgreind líntól sem þið vilja innleiða. En síðan hægt að skoða og spyrja af hverju með tillit til sóunar. Þú veist, of mikil gallar, af hverju það og svo framvegis. Það hægt að spyrja með tillit til umbótaverkefna. Þú veist, hver eru í gangi, hvað gæti verið framundan. Og svo hægt að spyrja með tillit til vandamála. Hvaða vandamál deildin að díla við og hvað að gerast. Síðan kemur 3. parturinn sem respect for people og þá það ekki bara að nálgast fólk af virðingu þegar maður kemur í Gemba, heldur líka vinnan respect for people. Þú veist, eða allt mikið byrði eða hvernig mórallinn í deildinni. Nú annað sem við þurfum að hafa í huga þegar við erum að fara í Gemba að við sem stjórnendur eigum ekki að fara að leysa alla hluti. Við erum til þess að hlusta og skilja og til þess að bjóða fram aðstoð okkar. Það líka nokkuð praktíska atriði sem þarf að hafa í huga þegar maður í Gemba. Nú, þegar maður horfir á kínverska táknið hér til hliðar, að þá oft talað að það ástæða fyrir því að við erum með 2 eyru og 1 munn og við erum að hlusta meira heldur en að tala þegar við erum í Gemba. Það líka mikilvægt að þegar þið farið í Gemba og sérstaklega fyrstu skiptin að fólk skilji að þetta þið ekki þið að leita okkur vandamálum. Þið eru til þess að hjálpa og auðvitað þetta erfitt fyrst en það skiptir máli bara að byrja. Ég mæli líka með því að þetta séu kannski 2 sem að labbi saman, mögulega Lean stjórnandi og þú með Lean þjálfurinn þínum. Og þú tala við fólk og þetta á bara að vera svona þægilegt. Þetta á ekki að vera þið út í horni og glápa og skrifa eitthvað niður. Auðvitað farið og tali við starfsmenn og láta það vita hvað þeir að gera. Þannig að ekki mæta með heilan haug af fólki, þú veist kannski öll framkvæmdastjórnarna teymið og svo það að gjabba og tala og þú veist byrja að svara í síman. Nei, þú veist síminn á að vera silent í vasanum og þeir virkilega fylgjast með hvað að gerast og þetta tekur alveg hálftíma 45 mínútur á því svæði sem þið á. Þegar ég að byrja að fara í Gemba, þá finnst mér mjög gott að byrja og bara fara og skoða stöðumat, mögulega vera á stöðumati og heyra, þú veist, hvaða vandamál eru. Og svo mögulegt að spyrja, þú veist, hvað það að gera í vandamálum og hvernig þau sýnileg. Þá mögulega að fara umbótatöfluna. Og svoleiðis hægt að vinna hlutina og það hægt að spyrja þú veist, hvernig deildin að ganga og slíkt. Og síðan líka mjög sterkt að ef þetta ferli sem að þið þekkið ekki og alveg nýtt fyrir ykkur, að þið gefið ykkur svolítið góðan tíma bara að vera í Gemba að elta annarkvort viðskiptavin eða elta stjórnanda og fá virkilega að skilja hvað Gemban snýst Nú, hér til hliðar sjáum við dæmi staðlega vinnu sem hefur verið gerð hér og þá í rauninni sá aðili sem gerði þetta, þá hann bara að lista upp hvað það sem hann vil sjá þegar hann fer í Gemba
Og þá það fyrsta, þú veist, stjórnandinn, hann með staðlaverklag, hann að fylgja því sem hann segist alltaf að gera og hvað gerir hann ef hann nær ekki því fram sem hann alltaf að gera. Komin 5S á deildina og þau að fylgja því eftir. Fara stjórnendur í Gembavox reglulega á deildinni. Ferlin sem á deildinni skráð og athuguð reglulega og ykkur umbótaverkefni í gangi í kringum það. Hvernig teymisvinnan hana? Hvernig umbótatablan? Hún heilbrigð? Ykkur verkefni í gangi? Virkstöðumöt? Ykkur A3? Þannig að þú veist, þetta bara til að hjálpa okkur að sjá. Og ég hugsa eftir því sem að fer oftar í Gembavox, því betri verður maður. Og það til heilmikið fræðum hvernig best að gera þetta og slíkt. En ég held að það sem að mikilvægast að gera að fara á svæð og byrja, gera þetta reglulega, þannig að þetta sé ekki eitthvað, já, hann að koma einu sinni núna og svo kemur hann aldrei aftur. Þannig að hafa þetta sem reglu og muna þetta að það eru 2 eyru, 1 munnur, hvað getur þið gert til þess að hjálpa og hugsa hvað sá ég í síðustu Gembavox og hvað gerði ég þá. Og svo eftir þessa sem fór seinast, ok, núna ég búin að fara í þessa Gembavox, hvað sá ég og hvað ætla ég að gera. Þannig að ekki bara vera að skoða til að skoða, þú veist, þú ert að veita hjálp, þú ert að fara út á svæði og tala við þína starfsmenn og þú ert að reyna að hjálpa þeim og skoða hvernig þú getur gert það. Þannig að ég hvet ykkur til þess að setja ykkar lítið standardwork að fara í Gemba reglulega. Það þarf ekki að taka langan tíma, vera með línþjálfara eitthvað með ykkur, þannig að séu 2 eða annan stjórnanda til þess að æfa sig og bara byrja að prófa. Og ég alveg vissum að þegar þú ert búin að vera í Gembavox þá muntu skilja ferlið mun betur heldur en áður en þú fórst. Og ég vissum að það eitthvað sem þú getur hjálpað þínu starfsfólki með. En passaðu bara, þú átt ekki að vera með alla lausnirnar, að þið verum alltaf að byggja fólki okkar upp. Þannig að gangi vel að labba í Gembu.